Það þarna hjá Stíf. Já, ég verði búin að gera það. Já, þú ert að vera að mér finnst þetta ljótt á Kirstubergi. Mér finnst þetta ógeðslega ljótt á. Já. Bera Kirstubergi. Hann setur þá ekki á bóiðar hinn. Já, svo bara. Sem maður er að fara að skrifa í Kirstubergi. Maður er að skrifa í Kirstubergi. Kristin er ég ætla að skrifa núna. Þannig að hún, þú veist, ég veit ekki hvað sæti fyrir okkur. En þú veist, ég átti að sækja pappa saman. Sáðu þegar við lagðum til hérna. Hún mjög góð að skrifa, hún mamma. Hún er alltaf sjokkið hvað ég er leiðileg. Já, ég, þú og Rósa. Fæðilegis. Þetta er alveg svo ljóðið. Það er rosa góð í lesa. Næ, blöð. Ég ætla að skrifa þetta betur. Þetta er blöð. Já, gámar. Þetta var gámar. Ég verði bara að roða eins og hægt bara inn. Nú, já, þú ert bara búin að sitja hér í marga degi. Þannig eru græðurnar. Já, fórstu með kollu að reyna. Sestu bara diskinu. Sestu bara og verður stiltur. Verður bara stiltur. Nei, ég vil Tesluna, það er vikið. Nei, hann er í Tesluna. Þú komst með Tesluna? Ég kom með Tesluna. Nei, það er allt í góður með. Þá sittir þið í þetta 92 hérna og hann það sem
Nei, Tinnu var með kistubein. En það er pláss hér eða þið viljið sitja hér. Ég er ekki sko. Ég finnum sæti sko. Er ekki þannig? Manstu til mér? Nei, það er alltaf læg. Það er svo langt sér, ég sá þetta sér. Hvað kom fyrir kinnina þér? Úff, það er við. Hæ.
Við erum að hundar sínum stærri. Þau eru ekki að detta af þessu hundar sínum. Er ég að ná? Sest hann upp í? Já, ég ætla að passa mig á að stíka ekki á hérna þær. Já, ég þarf alltaf sjálfur að passa mig á að stíka ekki á myndavélina. Leysa svo þær munað eftir að stíka ekki á myndavélina. Ef við stöndum ekki það bara þess vegna bara að gera. Sjá, þeir eru í stofun eða þeir eru mjög margir að það er sérst. Ég ætla bara að vera fyrir utan, þetta er allt í lagi.
Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags Anda. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæging, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa okkur til að aðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika við komum saman hér í Skarðskirkju til að kveðja Ingu Dögg Kristinsdóttur og láti þetta eilífa ljós lýsa henni. Blessa þessa stund í helgidómi þínum og láta okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Oh,
Davíðssálmum standa þessi orð: Lofa þú Drottinn, sála mín, og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn, sála mín, og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náður og miskunnsamur Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim, óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér erum móð. Miskunn Drottins við þá óttast hann, varir frá eilíf til eilífðar. Rómverjabréfinu stendur skrifað: því að enginn okkar lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Í gegnum þennan
guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Amen. Jesús segir. Náð sé meðför og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Að vori vonin titrar og vekur allt er sefur, því dögg á grasi glitrar sem gullin töfra vefur. Á fallegum vormorgni, þegar friðsæld náttúrunnar faðmar lífið, þá fetar ung stúlka leiðina ger niður að ströndinni. Sólin er að koma upp og sendir hlýja geisla sína til jarðar, svo að döggin á grasinu glitrar og síða ljósa hár stúlkunnar glóir bjart, er það bylgjast í golunni. Hún er vonglöð, hún rennir sér í sjóinn og syndir frá landi. Og allt rennur saman í eina fagra náttúru mynd, haf og himinn verða eitt og spegilmyndir klettanna í kring og grafarfjalls fjær
bylgjast og brotna í öldunum eins og lífið, tíminn og hverful tilverð. Mitt verk þá ég fell og fer, eitt fræ, mitt land í duft þitt grafið, mín söngvabrot sem býð ég þér, eitt lað í ljóða sveig þinn vafið. En einsta hræring hugar míns, hún hverfa skal til upphaf síns, sem báran endur heim í hafið. Svo yrkir Einar Benediktsson. Í ljósi eilífðar lífið eins og andrá öldunnar sem rís og hnífur. Og sú andrá, ævivegferðin, getur því miður stundum verið allt of stutt, eins og nú þegar við kveðjum unga konu sem glitraði eins og morgundögg, ljómaði eins og demantur og dreifiði geislunum til allra í kringum sig. Í Davíðssálmum segir: Drottinn, til himna nær miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín. Réttlæti þitt sem fjöll Guðs, dómar þínir sem regin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú Drottinn, hversu dýrmæt miskunn þín, ó Guð. Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Já, þér uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Mitt í fjölbreytilegri náttúrunni, hér á fallegri Skarðströndinni, auðvelt að fyllast lotningu fyrir höfundu lífsins, þeim sköpunarkrafti sem að baki öllu býr, og birtist okkur í þeim myndum sem við þekkjum í daglegu lífi, af fjöllum og hafi og himninum yfir okkur. Hjá Guði uppspretta lífsins, og í ljósi hans sjáum við ljós í myrkum heimi. Í fallvaltri veröld umvefur hann skjóli kærleik hans, og í dauðanum gefur hann lausn eilífs lífs í frelsaranum Jesú Kristi. Ingibjörg Dögg Kristinsdóttir fæddist þann 24. júlí árið 1981 í Reykjavík. Foreldrar hennar eru Þórunn Hilmarsdóttir og Kristinn Borgar Indriði Jónsson frá Skarði sem látin. Ingibjörg, eða Inga Dögg, eins og hún var ávallt kölluð, var yngst 3 barna þeirra hjóna, en eldri bræður hennar eru Hilmar Jón og Bogi Magnússon. Inga Dögg ólst upp hér á Skarði, á Skarðströndinni, eins og faðir hennar og aðrir forfeður á undan henni, langt aftur í ættir. Enda var þetta höfuðbýli á Skarðströndinni í gegnum aldirnar, þar sem sama ættin hefur búið, að minnstakosti frá 12. öld, talið frá forföðurnum Húnboga Þorgilssyni. Og til vill má segja að Inga Dögg hafi svarið sig vel í ættina og að einhverju leyti líkst formóður sinni, í nafntóguðu Ólöfu ríku, að minnstakosti í öllu hinu jákvæða birtist í sterkum persónuleika, reisn og fallegu yfirbragði, og eftir var tekið. Sjálf talaði Inga það að hún fyndi til sterkra tengsla við þessa formóður sína. Víst að það hefur verið þroskandi að alast upp á Skarði, þar sem sagan í bakgrunni og fagur Breiðafjörðurinn umgjörðin leik og athafnasvæði bernskunnar. Inga var sannkallað náttúrubarn, má kannski orða það svo, að hún hafi strax frá upphafi verið eins og hluti af náttúrunni allt í kringum sig, þótti vænt dýrin, lærði fljótt að þekkja gróðurinn, blóm og plöntur í móanum, hlíðum og út í eyjunum, alla fugla himinsins og fiskana í sjónum. En hún fór snemma
að synda í sjónum í Skarðsstöð og stundaði sjósund í gegnum tíðum. Þá hefur það vafalaust haft mjög mótandi og uppbyggilega áhrif að fá að alast upp á heimili þar sem jafnan var fólk á öllum aldri. Þegar Inga fæddist voru það 4 kynslóðir, auk foreldranna, föður, amma og afi, Inga og Jón, og svo Elínborg langamma. Inga var eftirlæti þeirra allra og átti hjá þeim kærleiksríkt skjól, auk þess sem þau miðluðu til hennar vitneskju og andrúmslofti fyrri tíðar, anda sögunar sem hún dró að sér og varð snemma stolt af uppruna sínum og skynjaði þessi mikilvægt hlutverk að vera skarðveri. Inga Dögg byrjaði ung að taka þátt í fjölbreyttum daglegum verkefnum á bænum, bæði innandyra sem utan. Þessi bjarthærða og hárfagra stúlka var fljót að læra til verka, dugmikil og drífandi, einlæg og einbeitt í því sem hún tók sér fyrir hendur, jafnan lífleg og glaðlynd, ljúf og gæskurík. Á unglingsárum fór hún að taka þátt í eyjaferðum með pappa sínum og bræðrum og hafði afskaplega gaman af því. Þegar heim var komið, hélt hún áfram að vinna dúninn með mömmu sinni í landi, að hitan, hreinsa og undirbúa fyrir sölu. Þær mæðgurnar voru mjög nánar alla tíð og voru samtaka í verkum sínum, unnu sem einn maður. Og hvort sem það var í dúnvinnu eða við laxveiði sem þær höfðu yndi af, þá nutu þær samverustundanna, spjölluðu mikið og sungu oft saman. Dúntímabilið gat vissulega verið krefjandi en jafnframt skemmtilegur tími, þar sem farið var út í eyjarnar sem voru í svo miklu uppáhaldi hjá Ingu og þá sérstaklega Rauðseyjar. Inga var fróðleiksfús og fljót að tileinka sér nýja þekkingu, auk þess sem hún hafði næmt auga fyrir hinu smáa sem víða leyndist í kringum hana og þá sérstaklega í náttúrunni, var sérlega eftirtektarsöm. Hún var ekki orðin mjög gömul hún þekkti betur en flestir í fjölskyldunni flóruna og alla fuglana í Rauðseyjum og miðlaði þeirri þekkingu sinni meðal annars til eldri bræðra sinna. Þá fékk hún snemma mikinn áhuga á sögu skarðs og skarðverja og varð smátt og smátt afar fróð ættirnar langt aftur, sögu landnámsmanna á þessum slóðum og þá ekki síst kom að sögu þeirra víðfrægu forfeðra hennar Ólafar Ríku og Björns hirðstjóra. Var hún því oft farin að taka að sér það verkefni að segja ferðafólki frá sögu staðarins að fornu og nýju og eru margir sem muna eftir þessari bjarteygu ljóshærðu stúlku leiðsegja þeim hér á staðnum. Og fóru frásagnarhæfileikar hennar þá ekki fram hjá neinum viðstöddum því hún hreif áheyrendur hún sagði frá og upplýsti af innlifun, öryggi og ánægju og blandaði oft inn í frásögn sína ýmsum sögum úr sveitinni. Já, Inga Dögg var hreykinn af uppruna sínum og höfuðbýlinu Skarði, sögu staðar og ættar og tók þannig ýmis og ólík verkefni að sér. Síðar vann Inga talsvert af því ásamt Hilmari bróður sínum að afla viðskiptaaðila koma að því að selja dún erlendis. Og í þeim tilgangi fóru þau í söluferðir meðal annars til Beijing í Kína og einnig til Dubai. Þetta voru eftirminnilegar ferðir og ekki síst ferðin til Beijing því við millilendingu í Frankfurt var þeim snúið við heim aftur til Íslands því þau voru ekki með vísa inn í Kína. Þegar heim var komið fengu þau tilskilið leyfi í flýtimeðferð og svo beint út aftur.
var mikið af þessu hlegið, en þó aðalega eftir á þegar allt hafði að lokum gengið vel upp. Kunni Inga svo sannarlega að gera stólpa grín að slíkum hlutum, enda orðheppinn húmoristi, hláturmild og skemmtileg. Inga Dögg sótti sér haldgóða grunnmenntun í heimavistarskólanum að Laugum í Sælingsdal. Í framhaldinu hleypti hún heimdraganum og hélt suður til Reykjavíkur, þar sem hún settist á skólabekk í Fjölbrautaskólanum í Ármúla, þaðan sem hún útskrifaðist sem stúdent árið 2001. Að stúdentsprófi loknu hóf hún nám í tannsmíði við Tannsmíðaskóla Íslands. Hafði hún mikinn áhuga á því viðfangsefni og lagði sig fram af dugnaði og metnaði. Og eftir hún var orðin tannsmiður starfaði hún við fagið í nokkur ár, en sölsaði svo og fór að vinna umönnunarstörf sem áttu vel við hana, enda var hún að eðlisfari sérstaklega umhyggjusöm og kærleiksrík. Hún starfaði tíma á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu, en lengst af á heimili fyrir fatlaða að Lautavegi í Fossvogi. Á skólaárunum bjó hún fyrst að Langholtsvegi 7, en kom svo alltaf heim á sumrin til að vera með fjölskyldunni sinni í lífi og starfi. Og þar átti hún sitt heimili alveg þangað til hún árið 2018 keypti sér íbúð að Leifsgötu 15 í Reykjavík. Já, hún keypti sér íbúð, en það var auðvitað ekki nóg, því Inga átti sér þann draum að eignast fjölskyldu sem myndi gera íbúðina, eða hvar sem hún byggi í framtíðinni, að sannkölluðu heimili, reiðri hamingjunar, og sá draumur rættist svo sannarlega. Það var í byrjun árs 2020 sem hún kynntist verðandi eiginmanni sínum, Vésteini Valgarðssyni, þó þau hefðu reyndar hist fyrst dagspart árið áður, þegar Vésteinn kom hingað að Skarði til að kynna sér ákveðnar fornleifar og Inga kom auðvitað út til að leiðbeina og fræða. Það kom svo í ljós, þegar þau fóru að hittast oftar og spjalla meira saman, að þau höfðu mörg svipuð áhugamál og snerust hugðarefni þeirra beggja sérstaklega allt sem var gamalt og gott. Og eitt leiddi af öðru. Þau Inga Dögg og Vésteinn gengu í hjónaband þann 12. desember árið 2021. Þau eignuðust 2 syni. Björn Indriði fæddist þann 2. febrúar árið 2022 og Haukur Þórir þann 19. maí árið 2024. En fyrir átti Vésteinn 2 börn sem heita Eldey Gía og Bragi Bergþór Viðar. Glókollarnir 2, Björn og Haukur, voru Ingu það dýrmætasta sem hún hafði eignast, uppfylling drauma og björtustu vona, sólargeislarnir sem fylltu lífið af gleði og gæsku. Inga fann sig einstaklega vel í móðurhlutverkinu, enda átti hún svo mikla ást, hlýju og umhyggju að gefa drengjónum sínum. Fjölskyldan flutti að Hvanneyri í Borgarfirði árið 2023, þar sem Vésteinn stundaði nám í búfræði. Inga gerðist á heimavinnandi húsmóðir og var myndarleg í því hlutverki sem öðrum og nýtti sér það til heimilishaldsins sem náttúran gaf, eins og hún hafði ávallt gert, veiddi fisk og fugl, gerði að og úrbeinaði og lét sig til dæmis ekki muna það að úrbeina nokkra lambaskrokka og grilla fyrir gesti í skírnarveislu Hauks Þóris. Lífshamingjan var komin í hlað á hvítum hesti og framtíðin virtist björt, jafnvel svo
að fleiri draumar Ingu gætu mögulega ræst. Eins og sá að setjast að hér á Skarði með fjölskylduna, taka við búsforráðum og ala upp drengina á þessum einstaka stað í sporum forfeðranna. Og þau hjónin fóru auðvitað að koma þetta reglulega hingað og nutu þess mjög, einnig að ferðast landið sem þau gerðu talsvert af, dvelja í náttúrunni, fara á kajak sem var þeirra sameiginlega áhugamál og eitt af skemmtilegasta sem Inga gerði í tómstundum sínum. Og ógleymanlegasta kajakferðin þeirra saman var í Steingrímsfirði, þau sigldu út í Grímsey, stærstu eyjuna úti fyrir ströndum, gengu þar á land, grilluðu góðgæti í svanginn, nutu náttúrunnar og útiverunar, með hafið allt kring, undir fagurblárri og bjartri hvelfingu himinsins. Besti dagur lífs míns, sagði Inga oft hún rifjaði upp þennan dag. Inga Dögg var sérlega listræn og skapandi og gjarnan tengdist listsköpun hennar náttúrunni og því sem hún hafði að gefa. Fór Inga oft út að safna sér ýmsum efniviði, trjágreinum, laufblöðum, steinum og fleiru og bjó svo til fallega hluti úr því sem hún fann hverju sinni. Þetta gaf henni mikið og ekki síst gleði í hjarta og sinni. Í náttúrunni fann hún fegurðina jafnt í stóru sem smáu, fékk innblástur og öðlaðist innri frið. Já, hún var ýmsum góðum gáfum og hæfileikum gædd. Inga Dögg hafði einstaklega sterka og fallega söngrödd og naut þess að syngja, þó hún hefði það aðallega fyrir sjálfan sig og auðvitað glópallana sína. Hún var oft gamansöm og glettinn og óhætt að segja að hún hafi verið mjög hugmyndarík og skapandi í sínum húmor, bjó til fyndnar sögur og sá ýmis spaugileg sjónarhorn á hlutunum sem aðrir komu ekkert endilega auga á. Já, hún sá nefnilega ýmislegt sem aðrir sáu ekki, eða skynjaði að minnsta kosti. Já, hún var svo næm, átti svo auðvelt með að lesa í umhverfi sitt og náttúruna ekki síst, líka næm fyrir yfirskilvitlegum hlutum, var berdreyminn og nam ýmislegt sem öðrum var hulið. Hún var líka mjög næm á fólkið í kringum sig, vildi allt fyrir alla gera og að öllum liði vel. Inga Dögg hafði góða, ljúfa og leiftrandi nærveru, var einstaklega tilfinningarík manneskja, hjartahlý og hugulsöm, gjafmild, gestrisinn og góðgjörn. Hennar mesta gleði í lífinu var að gleðja aðra. Þau sem hún umgekkst hverju sinni, fjölskylduna sína, vini og samferðafólk. Sá draumur hennar að setjast að hér á Skarði rættist ekki. Hún hefur lokið sinni síðustu siglingu á kajaknum sínum. Lífssiglingin á enda og Inga Dögg í fylgd frelsarans hefur lagt í höfn hins fyrirheitna lands, þar sem faðir hennar hefur vafalaust tekið á móti henni á bryggjunni og leitt hana inn í blómstrandi náttúru sumarlandsins eilífa. Báran hefur fallið endurheimt í hafið og við stöndum eftir hér í tímanlegri hverfulli tilveru, agndofa í orðlausri spurn, við horfum á eftir ungri konu í blóma lífsins, eiginkonu og móður ungra drengja og fáum ekki skilið tilgang. Við kveðjum með söknuði. Ég hef verið beðinn að flytja kveðjur frá þeim sem ekki geta verið hér með okkur í dag.
Hjartanlegar kveðjur eru frá Arnhildi Valgarðsdóttur, mágkonu Ingu, með þökkum fyrir allt. Þá eru innilegar samúðarkveðjur til aðstandenda frá Dóróteu Sigvaldardóttur frá Hafrafelli, Þórður Mar Þorsteinsson, Hildur Jóna Gunnlaugsdóttir og börn þeirra kveðja og þakka að leiðarlokum. Bragi Sveinsson og fjölskylda hans senda samúðarkveðjur til Vésteins og drengjanna. Hugur þeirra er hjá ykkur öllum. Enn fremur flyt ég kveðju frá Hugrúnu Lilju, móðursystur Ingu og fjölskyldu hennar og les kveðjuna þar sem Inga er ávörpuð í orðastað Hugrúnar sem hljóðar svo. Elsku Inga Dögg, hjartans engillinn okkar og fallegasta blómi, takk fyrir allt of stutta en fallega samveru. Þú varst sú fallegasta, hjartarhreinasta og ljúfasta mannvera sem við höfum fengið þann heiður að kynnast. Stundum var tilfinningin eins og þú værir ekki af þessum heimi, engill í mannsmynd. Hjartans þakkir fyrir samveruna, hláturinn, grátinn og takk fyrir að hafa verið til. Innilega samúðarkveðjur sendum við fjölskyldu Ingu Daggar, Vésteini eiginmanni hennar og fallegu drengjum þeirra, Birni og Hauki, sem eiga eftir að sakna mömmu mest. Sorgin er best lýst með eftirfarandi ljóði eftir Vafhá Oden í þýðingu Þorsteins Gylfasonar. Stoppi hver klukka, slökkvið á símónum, drepið á bílunum, leggið hjólunum, píanó þagni, deyfðan trumbuðinn. Sjá, hér er kistan, syrgið látin ástvinn. Já, hver þarf stjörnur, lát myrkvast himins hjól, pakkið saman tungli, hlutið sundur sól, sturtið niður sjónum og sópið burt trjám. Svona hlutir skipta ekki máli, því Inga Dögg er farin okkur frá. Og kveðjunni lýkur. Og ég flyt svo hjartans samúðarkveðjur til elsku Stellu, Hilmars Jóns Boga, Vésteins og sonanna. Og enn fremur samúðarkveðjur frá Guðmundi Baldvinssyni. Já, þegar sorgin nístir og söknuður sækir á, er gott að leita í sjóð ljúfra og kæra minninga, leyfa þeim að ljóma eins og glitrandi dögg í hugans garði, svo þar geti byrt til smátt og smátt að nýju. Leið og við kveðjum skulum við horfa út á Breiðafjörðinn og virða fyrir okkur fjöllin hér í kring, horfa yfir haf og eyjar og líta síðan til himins þar sem við megum sjá fyrir okkur náttúrubarnið í eilífri sumardýrð. Guð blessi minningu Ingu Daggar Kristinsdóttur í Jesú nafni. Amen.
lausnari heimsins, miskunnar bros. Drottinn Guð heilagi andi, miskunnar bros. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálparæði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líka. Við skulum biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Ingu Dögg Kristinsdóttur sem við felum þér. Veit henni frið þinn og fögnuð í eilífu dýrðaríki þín. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir vorar felum þér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum alls saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sefur í djúpinu væna.
rísa á sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisnu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn, ég veit auðum ró, en hinum er lifa. blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Fyrir hönd aðstandenda Ingudagar vil ég tilkynna að kirkjugestir hér í kirkju og út í bílum eru bennir að gjöra svo vel að þiggja veitingar í Dalabúð í Búðardal að athöfnslokinni. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleikur Guðs og samfélag Heilags Anda sem með okkur öllum.